Þú fær frábæru nestisboxin frá Systema og nestið í þau í Netto. Netto, kræsingar og kosta kjör. Komið sæl og verið velkomin í Sjónvarp Víkurfrétta. Við hefjum þáttinn í flugstöð Leifs Eiríkssonar og skoðum ýmsa þætti í fjölþættri starfsemi Ísavía í stöðinni. Það jú búið að vera algjört sprengjusumar í ferðaþjónustu. Þaðan liggur leiðin í gamla bæinn í Keflavík. Við vorum á heimatónleikum á ljósanótt sem voru reyndir í fyrsta skipti og heppnuðust afar vel. En við hefjum leikinn í flugstöðinni. Það var sagt fyrir nokkrum árum það leyti sem Suðurnesjamenn byrjuðu að berjast fyrir stóriðju í Helguvík að þeir ættu eina nú þegar, flugstöð Leifs Eiríkssonar. Nú svo komið að flugtengd starfsemi og ferðaþjónusta orðin langstæsti vinnuveitandinn á Suðurnesjum og ekki líklegt að neinn taki það toppsæti á næstunni. Það ekki óalgengt að yfir 20.000 manns fari gegnum flugstöðuna á einum degi og brottfarir og lendingar oft vel á annað hundraðið. Það því oft fjör á fjölónum í flugstöðinni og vissulega hefur líka reynt á starfsmenn í þessu sprengju sumri í aukningu ferðamanna. Hlynur Sigurðsson framkvæmdastjóri Keflavíkurflugvallar OHF. Nú við staddir hérna Hlynur miðjan september í flugstöðinni. Það brjálað að gera ennþá. Þetta búið að vera algjört sprengju sumar? Já, þetta sumar búið að vera gífurlega miklu aukinni. Við erum að horfa á 23–24% aukningu í sumar sem 10% umfram það sem við vorum að búast við. Mikil aukning. Og þið hafið þurft að gera ýmsa hluti. Nefndu mér þess að fá hluti. Þið hafið þurft að taka útistæði og annað. Hvað margar flugvélar að fara oft á stað hérna á mótan? Já, við erum að kannski að horfa á það að það kannski 25 vélar hérna á álagstíma að fara hérna á stað og aðra 25 kannski að koma. Og við þurfum að grípa til þess að nota rútu mjög mikið á fjarstæði. Þannig að við erum með 10 rútur í notkun í sumar og að meðaltali kemur kannski sumum óvart að meðaltali kannski yfir 3.000 farþegar hverjum einasta degi að fara til og frá flugvél í rútu. En það nauðsynlegt til þess að við náum að halda í við þá aukningu sem Ekki farþegar útlendingar sem Íslendingar þeir orðnir vanir í að nota rútur? Jú, rútur komið til að vera. Það ekkert bara til þess að leysa einhvað vandamál í stuttan tíma. Það bara rauninni góð fjárfesting til þess að ná að halda utan þá aukningu og sérstaklega ef að sú aukning í skamman tíma í einu að tryggja það að það flæði sér nægilega gott. Hafið þið náð að halda í, ef ég get spurt þannig, þessa miklu farþega aukningu, hún hefur verið að gerast svo hratt. Það hlýtur að taka tíma að stækka byggingarnar hérna og bregðast við allri þessari miklu fjölgun. Já, við höfum leyst þetta með þessum rútustæðum sérstaklega að við erum að auka hérna staði sem að þú getur komið inn og út úr flugstöðinni og þú getur notað það mikið betur og auki þá flugvélar sem geta þá farið hérna á sama tíma. Þannig að við höfum verið að auka á undanfarnum árum úr því að vera 14 slott eins og við köllum það í 18 og það fyrir það næsta árið 2016, sumari 2016 að fara með 22 slott. Svo við ráðum við þá þurfum við að bæta við hérna þrjú fjarstæði austan við flugstöðina og þar þurfum við að ráðast í stóra framkvæmdir, mikla fjárfestinga upp á tæpa 3 milljarða að stækka fargangskerfið, flokkarna það sérstaklega, til þess að rauninni að kerfið ráði við þann fjölda taskna sem kemur á sama tíma, bæði fyrir þá brottfararfarþega sem við þurfum að fara í gegn og líka skiptifarþega sem við þurfum að fara og töskurna flokkast niður á mismunandi marga vélar. Það einmitt staðurinn sem að maður hefur oft séð mjög mikla mannþröng, vægast sagt, í innritun. Nú hafið það á undanförnum árum verið að taka í notkun sjálfsafgreiðsluvélar. Hefur það ekki létt á þessu? Það hefur létt mikið á þessu og sem hefur þýtt það við höfum ekki þurft að stækka bygginguna. Við höfum aukið hraðan allstaðar í innritun, í fargangskerfinu fyrir það sem við bættum tvöföldum aðkostinn, en aukningin aftur á móti hefur verið mun meiri en við reiknuðum með svona mörg ár í röð. Þannig að við þurfum að ráðast í þessa framkvæmdir með fargangskerfið og auk þess að vörumóttakan líka sprungin fyrir vöru inn á út úr flugstöðinni og sorpið sömuleiðis. Þannig að það verður gert í leiðina bætt úr því. Á sama skapi gullna leið þar sem að starfsmenn fara inn á svæðið til vinnu. Það líka sprungið og við munum í leiðinni þá auka afköstin þar með betri aðstöðu fyrir þá starfsmenn sem fara í gegnum öryggisleið til að komast inn á svæðið.
hluti af þessu dæmi öllu að þið njótið góðs af því gagnvart rekstri hérna inni í flugstöðinni. Þið tengist öllum þessum rekstri þó þið séu ekki að reka nema lítinn hluta af þessu. Hvernig hefur það komið út í sumar? Nú var þetta svona hluta af þessu var gagnrýnt eða af hverju þessi voru valdir frekar en aðrir. Hvernig hefur þetta svo gengið núna í sumar? Það hefur gengið mjög vel. Farþegar tekið þessu bæði verslunum og veitingastöðum mjög vel. Það hefur sýnt sig að aukningin í sölu og veltu, bæði á veitingastöðum og í verslunum, langt umfram þá farþegaaukningu sem sem þýðir það að þeir eru ánægðir með það vöruúrval, það vöruverð sem í boði, sem skiptir miklu máli vegna þess að megin forsenda að það formið samkeppni verslunaraðstöðu og veitingaaðstöðu í flugstöðinni var það að við myndum fá auknar tekjur til að geta byggt Keflavíkurflugvöll og flugstöðina upp til framtíðar til að geta tekið aftur á móti fleiri þá farþega. Þið eru með endalausa stórframkvæmdir í vændum á næstunni, þannig að það í rauninni erfitt að fara að tína eitthvað meira til heldur en þú hefur gert? Nei, nákvæmlega, og við erum búin að vera plástrar eins og við köllum undanfarin ár og síðasta, við skulum segja, stóra verki sem við erum að fara í er á næsta árið þetta sem ég talaði um upp á 3 milljarðar til að stækka farangafsafköstin, en síðan er niðurstaða masterplansins að koma á næstu dögum og vikum og þá getum við sagt að þá erum við að fara í ennþá stærri framkvæmdir 20 milljarðar framkvæmdir til x margra ára, kannski til árið 2040. En þá aftur á móti vonandi getum við það unnið frekar aðeins lengra fram í tíman heldur en eins og við erum að gera í dag að þetta allt að vera tilbúið á morgun. Er búið að samþykkja masterplanið eða er það í vinnslu núna? Það er í lokadrögum og verður kynnt stjórn í næstu viku og ef að það gengur eftir að þá verður þetta kynnt niðurstaðan í október fyrir almenning. Framtíð Keflavíkurflugvallar til nokkra tuga ára? Já, það má segja, framtíð bara atvinnusvæðis hérna og uppbyggingu á svæðinu á Reykjanesi. Við erum staddið hérna í öryggisleit farþega. Þetta er svona innkoma farþeganna rétt eftir innritun Hlynur. Það er nú búin að vera ansi þéttar biðraðir oft hérna í sumar og það hefur verið talsvert kvartað yfir því. Já, þessi gífurlega mikla farþegaaukning hefur ollið því að þetta hefur verið aðeins meiri bið farþega gegnum opnuleit og afköstin ekki alveg ráðið við þetta. Við vorum að búast við 14% aukningu á farþegum hérna en sem er 220.000 aukning á meðan við árið fyrra, ef við tökum júni, júlí og ágúst samtals. En raunin var 130.000 fleiri eða 350.000 farþegar og það í einni trafík þýðir kannski 200-300 fleiri farþegar á sama tíma. Og það er alveg rétt að það hefur stundu verið erfitt og farþegar þurft að bíða lengi eftir þessu en við höfum brugðist við því með því að vera á útköllum með starfsmenn og sama skapi erum við líka að ráða fleiri í flugvendina, 40-50 manns núna þessa dagana sem hafa verið þjálfun undanfarnar 2-3 vikur. Þannig að við erum að sjá að við förum að ráða vel við veturinn og þar erum búin að gera ráðstafinn fyrir næsta ár þannig að við munum ekki lenda í þessu aftur næsta sumar. Það er verið að tala svipaða aukningu, farþegaaukningu á næsta ári eins og var núna og það var sprenging í sumar. Þið tilbúnir fyrir það á næsta ári? Já, við teljum okkur vera það. Við vorum að spá við farum með 4,5 milljónir farþega í ár, við förum sennilega 4,9 milljónir farþega og nýjustu spár okkar gera ráð fyrir annarri milljónir viðbót eða tæp milljónir viðbót eða við farum með 5,8 milljónir farþega. Við teljum okkur vera að gera þá hluti og það er fjárfestingar og ráðningar af starfsfólki sem við munum gera það kleift að næsta sumar verði töluvert betri þjónusta hjá okkur hérna gegnum flugstöðina. Nú er komin talsvert þensla hvað starfsfólk varðar á Suðurnesjum. Það er ekki sama framboð eins og verið hefur eftir þegar það var meira atvinnuleysi. Hefur ykkur gengið ágætlega að ráða? Já, það var að sjálfsögðu mikið samkeppni starfsmenn síðasta vor, sumarstarfsmenn bæði hjá okkur og öðrum flugafgreiðslu aðilum og nýjum verslun og veitingastöðum á svæðinu. En núna, auglýsingar núna í haust fyrir ráðningar þá, fengum við 200 umsóknir til dæmis í flugvendina og erum að ráða 40-50 og það er mjög gott á þessum ástíma. Þannig að það er töluvert af fólki sem ennþá að leita starfa og vill vera að vinna hjá okkur. Hvað með öryggisleitina? Nú sé ég að það eru tækninýjungar á ferðinni. Hvernig hefur það gengið? Það hefur gengið með smá byrjunarörðugum, gengið mjög vel, að farþegar hafa tekið þessu mjög vel. Það er þannig að það er meiri pláss fyrir farþega í okkar nýju sjálfvirku öryggisleitarvélum og bakkarnir eru stærri og fara sjálfur tilbaka og þetta er líka þæginda fyrir starfsmenn. Þannig að upplifun farþegar mun betri fyrir utan það að
að þegar allt í lagi þá þetta með 20% betri afköst því það að fleiri farþegar komast hraðar inn á verslanir og veitingasvæði. Ný tískuvöruverslun opnaði í flugstöðinni í sumar. Hún heitir Airport Fashion og þar fjölbreytt úrval af tískuvöru með heimsþekktum merkjum og eins frá mörgum íslenskum hönnunarfyrirtækjum. Airport Fashion í rúmgóðu og björtu húsnæði á góðum stað í stöðinni, en hvernig hafa viðtökurnar verið í sumar? Móttökurnar búin að vera rosalega góðar. Við erum mjög ánægð. Hvað það helsta sem þið eru að bjóða upp á? Þetta mikið blanda. Þetta mikið íslensmerki og erlend, þekkt og sem við erum að koma með nýjinn á markaðinu í Íslandi. Þannig að þið eruð að sinna íslensku merkjánum? Algjörlega, þau eru mjög vinsæl og Farmers Market sem mjög stórt hjá okkur. Þetta alltaf eitt af söluhæsta merkjanu hjá okkur, þannig að það mjög ánægilegt. Og við erum að taka fleiri líka, þannig að við erum að hitta fleiri hönni og koma fleiri íslensku merkjum hérna inn. Hvað eru íslensku hönnuðirnir að gera? Þetta bland í poka, getur við sagt, fyrir konur og kalla? Já, algjörlega. Farmers Market þetta bæði fyrir konur og kalla og líka börn. Þannig að sen eru með spakmannsberjur sem eingöngu fyrir konur. Feldur, það mikið tekið í gjafir. Og við erum með veski úr fiskinni, roði, sem hefur verið mjög vinsæl, bæði fyrir konur og kalla. Þannig að þetta alls konar bland. Þetta bland líka viðskiptavinirnir, Íslendingar og útlendingar? Já, ég tel að okkar flugvellir svolítið öðrum í Evrópu og það meira Íslendingur sem versla hérna. Þannig ég myndi segja að væri alveg helmings og helmings. En það verði líka mjög góð og Íslendingar nýta sér það. En útlendingarnir, eru þeir að kíkja á íslensku vörurnar, íslensku hönnunina? Já, algjörlega. Og þeir líka þekkja svona svolítið verðin, þannig að þeim finnst oft ódýrara að versla hérna heldur kannski í sína heimalandi, hérna á vellinu hjá okkur. Eitthvað sem hefur komið þér á óvart í sumar? Bara hvað fólk ánægt með okkur. Góða viðtökur og hlökkum bara til framtíðinnar. Fleiri merkin og meira viðskiptavinnum. Eru þið að stefna, hvernig hefur svona þessi stærð, nú komið þessu sagði í byrjun, þið komið hérna alveg splunkun inn á markaði með nýja verslun. Er þessi stærð á verslun og það sem þið eru að bjóða upp á, er þetta svona að ganga vel upp að þínu mati? Já, og sen erum við líka aðlega svolítið að markaðnum. Við erum nýjum sem segir, þannig við erum líka að læra markaðin. Þannig að við erum mjög opið fyrir breytingum og erum að taka nýjum merki sem við teljum að vanti. Þannig að við erum líka að læra markaðin og aðlega okkur að honum. Þannig bara framtíðin mjög bjart til í okkur. Veitingastaðirnir í flugstöðinni hafa eins og aðrir fengið góðar móttökur og vinsæll réttur á veitingastaðnum Nord sykursaltaður þorskknakki með appelsínu og kardimómu. Erum við að tala alvöru veitingastað í flugstöðinni? Sigurður Frosti yfirmatreiðslumaður Nord. Við á Nord gerum svolítið út af það að breyta upp á svona aðeins fínni mat heldur en mathúsið. Mathúsið með góða mat, en við leggjum aðeins áherslu á svona flottari mat og við erum með lamb og naut og annað flott. Við setjum þetta upp diskinn svona eins og við værum að presentera þetta á svona fínni veitingastöðum og ég held að það sé svona svolítið nýtt. Við leggjum áherslu á sjávarrækti og þá náttúrulega fiskurinn kemur sterkur inn. Íslendingurinn að fá sér líka svona? Já, aðeins minna. En útlendingurinn hann elskar þetta. Hefur ekki aðeins að smakka þetta. Svona, þetta nú eiginlega ekki matreiðsluþáttur samt, en við tökum einn bita svona bara upp á sportið. Það ekki að smjatta lengi, en þetta mjög gott. Við erum í lokin á komusvæðinu fyrir túrismann sem er að lenda á Íslandi. Þetta búin að vera hálfgerður bastar og þetta svæði mörg ár. En það búið að gera hluti núna. Já, bæði viðurkennum það. Við erum mikið þrengsli með aukning af farþegum á sama tíma. Bæði töskumegin og líka eftir að kemur út á tollinum að þetta verið mikið þrengsli og það sem við gerum fyrir sumar við lengdum töskuböndinu 25%. Þannig að það hefur verið aukið hraðan þar en að biðtími með farþegum þar hefur minnkað. Að samanskapi eru búin að stækka byggingunni komum megin 500-600 fermetra þannig að biðsað fyrir farþegar orðið allt annað. Auk þess fórum við að færa þá þjónustu sem var til staðar, færðum 10-11, færðum bankann
færðum rútumiða básana og munum stækka líka fyrir bílaleigunar. Þannig að allt, það kom miklu meira svona welcome to Iceland feelingur í þetta hjá okkur komum megin heldur en var kannski áður. Já, hérna var oft mjög mikið af fólki þó að sé ekki mikið að gera akkurat þegar við erum hérna núna en þetta tekur vel á móti fjölda. Já, þetta mun betra. Sem dæmi var það stundum það þröngt hjá okkur að raðir í gegnum tollinn voru bara alla leið inn að töskursal. Þannig að fólk komst ekkert áfram út úr byggingunni. Þannig að við urðum að ráðast í þetta og með þessari aukningu sem við fyrirvara næsta ári, með 4 slottu viðbót, þá verður þetta bara hefði þetta verið ennþá þrengra, þannig að við urðum að ráðast í þetta. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hann á meðan þú ferðast. Bílinn bíður þín svo tandurheill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is. Byrjaðu fríið fyrr og njóttu lífsins. Keflavíkurflugvöllur. Komið þið sæl aftur. Já, komið þið með okkur á heimatónleika í gamla bænum í Keflavík á Ljósanótt. Heimatónleikar voru á 4 heimilum í gamla bænum í Keflavík. Ferðnar fjölskyldur opnuðu heimili sín fyrir gestum og gangandi og hljómsveitirnar Æla, Gálan, Sígull og Trílógía spiluðu á 2 klukkustundar tónleikum á föstudagskvöldi á Ljósanótt. Fyrirkomulagi var þannig að gestir keyptu sér aðgangspassa sem gilti á alla 4 staðina. Það virkaði vel og gestir í skýjanum sem og heimilisfólkið. Mig langar að skrifa sorgir sem stundum hafa mig hrjáð, en orðin festast illa á blað, myrkrið húmar gjarnan, langar að tjá mig tárin sem tíminn hefur skráð. Grátur virkar vart sem blek, myrkrið drepur niður þrek. Í djúpi dimmunnar liggur draumur minn graminn. Drengir, þetta svolítið svona öðruvísi eða ekki? Að spila tónleikum svona í heimahúsi sem nú reyndar aðeins fyrir utan húsi. Þetta alltaf í fyrsta skipti, sko. Þannig að hálf hlýtur að vera öðruvísi. Já, það ekki. Já, það ekki. Við erum búin að undirbúa ykkur vel. Við vorum að halda töflufundirna rétt á það. Já. Semja lagalista. Já, og svona glósa, þannig að við svona þekkjum nú kannski hvernig lögin byrja og svona. Þetta svolítið óvissu fersamt. Já, þetta verður að vera svona spennu element í þessu. Það verður alltaf að vera, sko. Má ekki vera of æft. Þetta ekki svolítið svona... Of æft, ekki. Nei. Hefur Gálan tekið svona stórverkefni að sér áður? Þetta bara sama hljómsveit og spilaði bara fyrir árið síðan. Nákvæmlega. Í stofunni hjá mömmu. Í heimahúsi. Kannski þetta ekkert rosalega nýtt, þannig sko.
Nema það að nú verðið úti. Já, nú erum við að spila á Lerki, sko, það er nýtt. Já, með innbyggðri fúavörn. Þetta skemmtileg hugmynd? Já, mjög skemmtileg. Já, algjörlega. Hvað er stærsta, flottasta lagið ykkar í kvöld? Já. Stærsta hvað? Já, lagið. Stærsta lagið, hvað er stærsta lagið hjá Gálunni? Hvað er vinsalasta lagið? Mér finnst besta lagið að vera símanúmerið hjá honum Inga Smið, 433 499. Já. Liggur draumur minn grafinn í fylgsnum fortíðar liggur framtíð mín falin. Það er svolítið stemming. Það er góð stemming, maður. Það var að byrja og hann er komin út, sko. Það er komin út, gæinn, maður. Hvernig gera menn svona? Þetta er alvöru. Þetta er vel valið band, sko, fyrir þessa tónleika, sko. Og þetta er líka, og ástæðan fyrir við völdum þetta band fyrir þennan stað, er að þessi staður, Lubbi Pís, á Vallagötu 22, er sem sagt uppeldisheimilið þessara drengja í Ælu og þeir tók upp fyrstu plötunni sinni hérna og ég tók þá plötu upp, sko, og var jafnframt fyrsti trommarinn í þessari hljómsveit, sko. Þannig að ég á svona rætur í þessu bandi, sko, og þeir eru svo ánægðir að vera komnir hingað og ég er svo ánægður að vera komið með þá hingað, sko. Og þetta er mögnu hugmynd að vera með heima tónleik. Já, þetta er bara brilljant hugmynd, sko. Þetta er svona, þetta er allt annað svona, þetta gerir þetta miklu persónulegra, sko. Heldur en að vera með svið og allan ljósabúnaðinn og það, sko. Vera bara með þetta eins og, bara við erum með þetta í skúr og svo eru fleiri með þetta inn í stofu heima á sér. Þetta verður svona miklu persónulegra og miklu svona meiri karakter í þessu. Halló! Þetta eru búin að fá góð viðbröð og áttu vona á morgun, það er nú eitthvað slatti komin hérna? Sko, við vissum ekki alveg hvernig fólk myndi taka í þetta þegar við settum þetta í sölu og við ákvaðum að setja 180 miða í sölu og þeir seldust upp, sko, bara daginn fyrir, sem sagt í gær voru þeir búnir, sko, og svo voru hellingar liðið í dag bara eitthvað, hvar fæ ég miða? Þeir eru búnir, þannig að viðtökurnar eru æðislegar og ég hef heyrt hjá mörgum sem hafa keypt sér miða að þeir ætla að fara að sjá seinni tónleikana hjá þessum, sko, það eru svona 30 manns kannski hérna inni núna. Þannig að við eigum að vona á svona allavega 50-60 manns á eftir. Skemmtilegt. Jafnvel hugmynd sem hættir að vinna með hérna í gamla bænum í Keflavík að vera með ekki endilega bara ljósanótt. Setja upp svaka dæmi. Algjörlega, þetta þarf ekkert endilega að vera tengt við ljósanótt, sko. Þetta gæti verið alveg sér á báti, sko, og til að búa til aðra hátíð, sko, það þarf ekki að blanda öllu saman við ljósanótt, en við gerðum þetta svona á þessum tíma núna og þetta er fyrsta skiptið og svona og sjá hvernig fólk tekur í þetta. Svo getur vel verið að þetta verði á einhverjum öðrum tíma á næsta ári ef við höldum þetta aftur, sem ég held að séu frekar góða líkur á því. Þetta er sem sagt alvöru bílskúrsband. Já, ég myndi segja það, sko, og þetta soundið þeirra er líka þannig, sko, þetta er bara svona bílskúrsbanda punkband. Þeir eru á réttum stað. Við þökkum fyrir áhorfið, minnum við á og það er hægt að sjá eldri og mjög skemmtilega þætti Sjónvarps Víkurfrétta á YouTube-rás Víkurfrétta undir heitinu Sjónvarp Víkurfrétta. Þið getið líka fundið þetta allt saman á vefsíðun okkar vaff.is. En við minnum á aðra fríska miðla Víkurfrétta eins og vikulega fréttablaðið okkar sem er búið að koma út í yfir 30 ár.
splunkunýtt efni í hverri einustu viku kemur í blaðinu. Við minnum einnig á vaffe.is, þar eru nýjar fréttir á vefnum á hverjum einasta degi og fyrir kylfingana á kylfingur.is. Við þökkum fyrir okkur héðan í blíðinu frá Suðurnesjum. Verið sæl. Vertu velkominn á Rock Safn Íslands. Þar getur þú prófað að hljóðblanda, spreytt þig á hljóðfærum, skellt þér í bíó, skoða muni úr rocksögunni og margt fleira. Við tökum vel á móti hópum af öllum stærðum og gerðum.